Jæja Sigrún, til hamingju með að vera komin í úrslitakeppnina, en þó að þið hafi ekki unnið þennan leik. Þið byrjuðu leikinn miklu betur. Hvað fannst þið gera rétt í fyrri hálfleik? Ég meina, það var alltaf bara mikið undir fyrir okkur og sæti í úrslitakeppninni, þannig að við þurftum alltaf bara á fullu í leikinn og við gerðum það í upphafi og svo bara verðum við kærulausar kannski svona, ég veit ekki, öðru, þriðja, fjórða og tökum kannski slæmar ákvarðanir sem gefur þeim kannski 2-1 eða 3-1 setið í þessu leikja undir hjá þeim. Já, þegar 40 mínútur lauk og ljóst að fara í framlengingu, vissuðu þá nokkuð hvernig staðan í Stjarnan og Valur var? Vissuðu hvað var að gerast? Nei, við vorum náttúrulega ekkert að pæla mikið í þeim leik en það var ég veit ekki hvernig það var en það var eitthvað sem kallaði á stúkunni og það smitast allir inn á völlinn og á bekkinn og allt þetta sko en ég held að það hafi ekki haft neina áhrif á okkur hvernig sá leikur fór sko en jú, auðvitað náttúrulega vinnum við út eða komist áfram út á þær tapa en við ætlum okkur fyrir sigur í dag en það gekk ekki en ég held, við eigum næstu 3 leiki allavega við það þannig að ætlum þetta sé ekki bara sína ágæti stemmingu fyrir það. Hvað haldið þið þurfa að gera öðruvísi í næsta leik á móti en til þess að taka sigur? Kannski vera skynsamari og takmarka hraðaupplausuna og 3-1, kannski 3-2 setja þessu sem að þær eru að fá okkur, byrja þar og svo þurfum við að skoða sóknin okkar og hitt og þetta, ég get ekki tala endalaust, það er alltaf hægt að gera betur en ég vil leggja sig í leikinn og aðra leiki og sjá hvað kemur út í. Ég skil, þú fékkst smá högg á þig í framlengingunni, verður þú góð fyrir fyrsta leik? Já. Þetta verður bara einn. Það er allir meiddir og allir laskaðir og allt þetta, ég verð bara klár eins og allir aðrir held ég. Já, bara áfram galt.